hverju tek ég ekki bara upp annað vídeo? Hvað er ég að gera með þessu? Af hverju er ég að posta á YouTube? Ég myndi ekki að það væri góð einhverjum með að tala myndavél yfir höfuð ef ég vil gera eitthvað varðandi content í framtíðinni. Núna. Ég er að vinna í því að posta vídeóum núna. Ég postaði vídeó daginn, 50.000 áhorf. Mjög sátt með sjálfa mig. Maður verður líka að vera mjög þakklátur fyrir sjálfa sig og allt sem maður gerir rétt. Það gefur manni meira motivation til að gera fleiri hluti sem maður getur verið sáttur við sjálfa sig fyrir. Það þú vilt græða pening og það verður sátt með sjálfa þig. En ef það hefur aldrei verið sátt með sjálfa þig, maður þurfti ekki að gera það. Þannig alltaf að muna að þakka sjálfa sér fyrir eitthvað sem þú actually vannst eitthvað fyrir og að gera eitthvað sem flestir þar að gera ekki. En það var ekki pointið þessu vídeói. Pointið þessu vídeói var af hverju er ég að taka upp þessi vídeó. Hreinlega til að document my journey. Hlusta podcast daginn. Ég man ekki hver það var, en hann talaði eitt af mestu mistökunum sem ég gerði var að þegar ég var at my lowest, eða þegar ég var að byrja að reyna að vera eitthvað á sjálfum mér, búa eitthvað til í sjálfum mér, tók ég ekki upp nógu mikið af vídeóm og ég er alveg nokkuð massaður, sko. Og ég sátt mig sjálf með það líka, sko. Og eitt af því eitt af því sem sé mest eftir það kemur að varðandi ræktinni er að ég tók ekki mikið af vídeóm út því ég var svo ósáttur með hvernig ég var þegar ég byrjaði. Það var ástæðan hvernig ég byrjaði. Ég var ekkert að taka vídeóm þegar ég hataði líkaminn, skilur. Ég hata ekki líf mitt núna, en ég var miklu léttara með að taka upp þessi vídeó. En líka að reflekta aftur á það var, þú veist, ég sé fokkið mikið eftir því. Þannig af hverju ekki að gera það sama núna, þú veist. Maður á að reyna að læra mistökunum sínum. Þannig það er svona ástæðan nummer 1 og líka bara segja mjög mikið af hlutum bara beint frá hjartanu, sko. Og ég hugsa að vera líka mjög geggjað, eða væri geggjað að horfa aftur á þessu vídeó og bara þetta var það sem ég var að hugsa þegar ég var 17 ára, fattarðu. Ég sé ekkert eftir því. Númer 3 fyrir krakkana mína. Hvað segið þið? Þið er nettast pappa í heiminum. Þið er besta pappa í heiminum. Duglegasta pappa í heiminum. Hvað vill pabbi ykkar, skilur? Það er ástæðan hvernig ég er að fokka inn. Takk fyrir þessi vídeó. Ég vil bara eitthvað pening. Þótt að það geggjaði eitthvað pening og ég vill geta gefið eitthvað næsti, skilur. Á þess að þurfa að gera endalega sjálfur. Og já, hreinlega bara smá dokumenta líf mitt fyrir krakkarum mína. Við höfum samfélagsmiðla, við getum tekið vídeó á öllu. Og ég reyna að gera það, það er mikið að gera. Til að sýna ykkur að ef þið haldið ekki með fokk í vestam, þá drepi ég ykkur. Já, krakkar mínir. Liverpool menn, nah, that's not working in my house, okay? Not working in my house at all. En já, óska ykkur bestu lukku, krakkar. Vonandi elski mömmu ykkar, vonandi elski pabbi ykkar. Og love.